Við erum hérna á Ingólfsstöðum á hótelinu en það ýmislegt fleira hérna. Segðu mér aðeins frá þessu svæði. Já, eruð þið hjartanlega velkomin. Takk fyrir. Já, hérna í þessu húsi sem við erum í núna, sem var einu sinni fjós og hlaða, þá erum við með 17 herbergi, öll með baði og erum með veitingastað hérna líka, Lambinn. Nú og svo erum við líka með gamla bæinn hérna á Ingólfsstöðum, sem gríðarlega merkilegt hús og sem gaman að skoða, sem að Jóhannes tengdafæðir minn og eiginkona hans Ragnheiður hafa verið að gera upp og er búin að opna þar safn. Já, bara í rauninni í sinni upprunalegu Í sinni upprunalegu mynd, sko. Það er alveg ótrúlegt að koma hana. Og svo erum við með búskap. Já, svo erum við með búskap, svona, ég hef svona alvöru bændur myndu að segja að þetta væri svona sýnishorna búskapar. Og hérna... Þetta bóndinn á heimilinu? Já, þetta harðstjórinn í fyrirtækinu. Mér heyrist hann vilja koma til viðtal. Já. Og hérna, já, við erum með einhverjar 50 kindur eitthvað svoleiðis og það svona meira hobby. Það eru nokkrir aðilar sem að eiga þetta saman. Já. Það voða gaman bara. En þið ætlið í kringum Andrésar andaleikana að samtvinna þessa ferðaþjónustu og þennan búskap með einhverjum hætti? Já, við það var þannig hjá okkur í fyrra að þá var fjölskylda hérna sem voru 3 systur sem voru að keppa á Andrésar andaleikum og pabbi þeirra með. Sauðburður átti í rauninni ekkert að vera hafinn þar á þeim tíma. Nei. En síðan allt í einu koma stelpurnar hlaupandi inn í veitingasal og kalla til okkar að ein kindin sé að fara að fæða. Já. Þá var bara komin haus út og allt, sko. Og síðan tókum við eftir því að það var eitthvað smá komið eitthvað út úr rassinu á kindinni. Og þá, já, síðan við vissum ekki hvað það var, síðan kíktum við og þá var það komið bara hausinn og svo svona lappirnar á kindinni. Eða lambinu. Og í rauninni má alveg til sannsvega færa því við vorum ekkert á verði, sko, þá hefði kannski getað farið eitthvað illa, sko, fyrir þessu lambi að stelpurnar hefði ekki tekið eftir. En þetta var til þess að þetta náttúrulega hefur þær aldrei upplifað áður. Og þetta var til þess að við fórum svona velta þessu fyrir okkur að þetta gæti nú verið gaman að vera hérna með fullt hótel af fjölskyldufólki yfir Andrésar andaleikana og vera með sauðburð í gangi. Þannig að við höfum svolítið verið að kynna það undanfarið og auglýsa og fengið nokkra fyrirspurnir. Og þetta var til þess að hrútunum var hleypt til miða við þessa tímasetningu. Og það er náttúrulega frábært tækifæri fyrir krakka sem hafa kannski ekki umgengið skepnur og annað, sko, og sé orðið vitna þessu að frábært tækifæri fyrir það að kynnast þessu og sjá svona. Hvers virði það fyrir börn, heldur að sjá? Finnst þeim þetta ekkert óhugnanlegt? Nei, sko, þeim finnst þetta voðalega merkilegt. Konan sem ég held að sé kona bóndans eitthvað og okkur 2 konur viðbót og 1 kallreyndar og svo bara héldu þau kindinni fastri og konan reif lambið bara út. Að í dag að þá skiptir þetta krakka bara meira máli heldur en það gerði áður að fá að kynnast þessu og sjá þetta því að... Á hvað leyti? Já, áður fyrir þá náttúrulega kannski var það algengara að krakkar færu í sveit og svona. Ég held bara að það sé orðið rosalega lítið það núna og þess vegna held ég að þau geti haft rosalega gaman að þessu af því þetta er ekki daglegt brauð fyrir þeim. Í það bara að hafa samband við okkur eins og segið, við höfum fengið nokkra fyrirspurnir en það hefur ekkert verið svona fast bókað þannig að við bíðum bara eftir því að fólk hafi samband og þá við getum tekið á móti rúmlega 40 manns í gistingu og við getum boðið upp á svona heimilislegan kvöldverð á kvöldin ef það er pantað fyrirfram og svo eru náttúrulega með morgunverð og allt, sko, þannig að hérna er hægt að fá allan pakkan og sauðburð í Kaupæti, sko. Akkurat, og þetta er einhver ein helgi, hvað eru Andrésar andaleikirnir? Þeir eru sumardaginn 1. og sem sagt fram á helgina á eftir. Og ertu ekkert stressaður að þetta ná ekki að stýrast akkurat inn á? Já, það eru stundum erfitt að stjórna náttúrunni, sko, en færustu sauðfjárspekingar innan fjölskyldunnar segja að þetta séu allar líkur á því að þetta gerist. Gangi eftir. Já. Mér langar að spyrja um eitt annað. Já.
ég fekk veður á því að þið hafið opnað einhverja vefsíðu þar sem fólk í sveitinni getur skrifað fréttir. Já, það nú bara svona algjörlega auka búgrein kannski og kemur kannski rekstrinum hér ekkert við en við ætlum að og erum búnir að opna síðu á vefslóðinni markvert.is ég og sinni minni tveir, Haukur Sindri og Skírnir Már. Og ég var á fundi daginn og þá var fólk að tala þetta, það vantaði einhvern svona fréttamiðil í sveitina, sko, bæði fyrir fólki í sveitinni og fyrir brottflutta og svona. Þannig að það bara annað að bíða eftir einhver annar að gera það eða gera þetta sjálfur. Akkurat. Og við áttum þetta lén og við áttum síðu sem við þurfti aðeins að laga til og þannig að nú þetta bara komið í loftið og þetta rauninni þannig við ætlum ekki að vera út allt að mynda og skrifa alla fréttir og svoleið, sko. Heldur viljum við gera þetta vettvangi fyrir íbúa. Ef eitthvað skemmtilegt gerist heima hjá fólki að senda okkur þá mynd og texta ef einhver stendur fyrir viðburði eða þarf að kynna viðburð senda okkur þá efni og setja sig í samband við okkur. Akkurat. Var það slúðurhorn úr sveitinni? Nei, ég var ekki slúðurhorn úr sveitinni. Við látum nú bara sveita síma nægja með það. Já, akkurat.